Í dag ætlum við að reyna að líkja eftir mýflugupúpunni, þessari púpu sem við finnum í vöttunum og ánum sem við erum að veiða í. Og oftast stundum kölluð vargurinn, mýflugan. En hvaðan það, hún náttúrulega lykilfæða fyrir silunginn okkar sem við erum að reyna að veiða og þá erum að gera fyrir okkur að reyna að líkja eftir henni, fá fiskinn til að taka hana. Öngullin sem ég er að nota frá Fooling Mill, heitir FM 1167, hann númer 12. Hann með agnaldi en ég beygði það niður, það bara persónulegt val. Þetta svolítið þykkur vír í þessum krók, kannski jafnvel aðeins of þykkur fyrir svona bösser eða mýflugu eftirlíkingar, þar sem hann sekkur dálítið hratt. Þannig að það má jafnvel hnýta hann á krók frá Kamasan sem heitir B100 og vírinn í honum töluvert grennri og myndi kannski henta betur þar sem við erum að sækjast eftir að reyna að hafa búkinn sem allra grennsta til þess að líkja eftir kvikindinu sjálfu. Þráðurinn sem ég nota frá Uni, heitir Trico og afskaplega fínn þegar maður í svona fínvinnu, þurrflugum og bösserum líka. Hann svo ofboðslega grannur, 17.0 sem svona aðeins frábrugðinn þessum 8.0 Uni þráði sem við erum vön að nota og hann líka flatur, hann leggst alveg flatur á öngulinn. Við erum með latex, glært body stretch sem klippt til og gefur búknum svona svolítið skemmtilega áferð. Og svo tússa ég aðeins undir svona gera nokkrar rákir þannig að það skíni aðeins í gegn, en ég nokkuð viss að fiskurinn dagi ekkert í því og sennilega það meira fyrir veiðimann heldur en fiskinn sjálfan. Eins og ég segi þá mýpúpan og mýflugur og mýpúpur gríðarlega stór þáttur í fæðunni hjá ferskvatnsfiskum á Íslandi, þá sér í lagi urriða á bliki. Og það hægt að nýta þessar flugur á alla vegu, alveg fara frá alveg svörtum búk og með appelsínugula kinnar og bara í rauninni öllum litaafbrigðum, rauðar, svartar, grænar, alveg bara því sem manni dettur í hug og maður í stuði fyrir þann daginn. Ég með hvítt kristallflass sem ég nota fyrir fálmara og hnýti það niður alveg við augað á króknum. Og mér finnst persónulega best að reyna að hafa þennan framhluta á þessari flugu, þar að segja hausinn og þóraxið eða vænghúsið frekar lítið og stutt. Mér finnst að koma betur út og það finnst mér betur eftir kvikindinu sjálfu sem við erum að reyna líka eftir. Það hægt að nota hvítt floss líka eða bara hvítan marabúa og klippa hann til. Það minnsta málið, skiptir ekki öllu máli, en þetta glitrar svona aðeins og mér finnst svona eins og fiskurinn kannski sæki aðeins í það. Við erum með hvítt body stretch frá Hends sem við notum fyrir kinnar eða vængstubba. Það hægt að nota ýmislegt í þetta, meðal annars hvítar bajóts eða stíffanir. Ingibjört Jensen hnýtti toppfluguna sína með hvítum bajóts og finnst að hann gerði það, þá var það ekkert of gott fyrir okkur. Og þannig að að gera bara lítið í kringu sig og athuga hvað til. Þannig þegar maður að hnýta flugur og maður safnar saman og það sem maður sankar að sér öllum heilum ósköpum af efni, alveg sama hvar maður það prjónadeildin í Hagkaup eða hannyrða og handavinnubúðir. Það fjársjóður fyrir fólk eins og okkur sem erum að föndra við þetta allt saman. Kinnarnar hnýti ég svona aðeins undir króknum svo ég geti síðan lagt þær fram og eftir og ná þeim svona upp á öngulaugað. Þráðurinn náttúrulega grár sem við erum að nota, það ljós grár, þannig að við þurfum aðeins að lita fluguna eða lita hausinn svartan og gera það bara með svörtum olíutúspenna. Flott að hafa oddinn á túspennanum eins fínan og hægt þó að það sé nú kannski ekki í þessu tilfelli. Það skiptir ekki öllu en það verður oft svona snyrtilegra. Hnýtum body stretchið niður, sikkur á megin og
það er ágætis regla í þessum flugum að nota bara snúa þráðnum bara það ekki oftar en maður þarf. Þannig að verður þetta að því verðum að reyna að halda henni grannri og spengilegri, og ef maður fer að byggja upp mikið þrá þá verður hún fljótt svona hálf stórkallaleg, sem er ekki það sem við erum að leitast eftir í þessum flugum. Nú er eiginlega nýtingunni að verða lokið sjálfri. Við litum þráðinn svartan til að gera endahnútinn. Bara nokkrar umferðir af þræði. Hnúturinn góði, þarna má nota hnútagræju eða hnútatól eða hvað sem þið viljið, skiptir ekki nokkru einasta máli, bara svo lengi sem þetta haldi þokkalega. Það sem er eftir núna á þessari flugu er að við þurfum náttúrulega að klippa fálmarana, gerum það á eftir, en nú ætlum við að taka svona UV lím sem að maður herðir með þartikilur ljósi eða hreinlega bara með sólarljósinu. Það er algjört ég segi nú ekki úrslitaratriði, en það er gríðarlega gott og skemmtilegt að vinna með þetta efni þegar maður er að nýta þessa bössera og þessar litlu mýflugu eftirlíkingar. Kemur svona skemmtilegu glans og það er hægt að vinna með það á ýmsa vegu. Herðum límið, settum bara aðeins ofan á hausinn á flugunni og bakið. Hérna erum við með brúnan eða ljósbrúnan túspenna sem að ég nota til þess að líta aðeins ofan á fluguna, bara bakið. Og ég líta í rauninni bara ofan á þann hluta fluguna sem að ég setti á þetta UV resin eða UV lím. Líta vængina örlítið, svona cirka hálfan stubb. Það kemur vel út, finnst mér. Það var að setja aðeins meira lakk, eða það er að segja UV lím, yfir vængstubbana og yfir þann hluta yfir þar sem við túsuðum til þess að loka litina eins inni. Það er hægt að fá þetta lím í ýmsum þyktum eða þannig, ef svo maður segja, bæði frá því að vera jafn þunnt og bara venjulegt flugulakk og í það að vera alveg hnausþykkt, og í þessu tilfelli finnst mér gott að vera með það sem er í þynnra lagi. Það er svona aðeins meðfærilegra og heldur búknum mjóum og spengilegum. Þá er þessari nýtingu brátt að fara að ljúka. Nú eigum við einungis eftir að líta örlítið meira, gera þetta svolítið fínt. Mér finnst ágætt að hafa svona sirka bát skiptingun á búknum brúnn og glær 30-70 cirka. En það er að sjálfsögðu í ykkar höndum hvernig þið viljið hafa þetta. Síðasta skrefið áður en að við hættum þessu bulli er að setja gamla góða venjarlakkið yfir allt saman. Þetta UV lím á það til að verða svolítið stammt og freka leiðilegt svona, en það er hægt að ná áferðinni sem að verður á UV-líminu af með því að þurrka eða með að strjúka smá spritti yfir, en svo er einnig hægt að setja bara venjulega gamla góða flugulakkið yfir og loka það inni. Þá verður þetta glansandi og slétt og glæsilegt. Passa að setja lakk alls staðar þessum við settum UV-límið. Síðasta skrefið er að klippa fálmarana. Það er ágætt að miða við kannski 1-2-3 millimetra þar á flugunni. Og þá er þessari flugu lokið og tilbúin í boxið. Takk fyrir mig.